Verið velkomin í Game TV, það komið að áramóta jóla uppgjöri Óla Jóels og Tryggva. Vá, þetta var mouthful. Þetta var rosa. Var þetta ekki gott það? Já. Mouthful. Hefðum átt hugsað titil áður en við byrjum. Nei, þetta geggjaður titill. Þetta besti titill í veröldinni. Meiri séð betri en þessi 8 ára gamla jólapeysa sem að Tryggvi var að finna í skápnum hjá sér. Tryggvi var einu sinni í 2XL. Það þegar hann var á vondum stað í lífinu. En hann sagði, mér alveg sama. Ég ætla bara að fara í gömlu peysuna þó ég passi, hún sé aðeins við á mér. Hún er þannig mert Mario, skilur. Já, Mario þarna og Merry Christmas, þetta mjög flott. Vissulega nær mér líka niður á hné. Já, en það allt í lagi, þetta svona meira mussa. Já, þetta var svona, þegar mér vantaði eitthvað til að halda utan á mig, þá fór ég í þessa peysu, að hún nær rauninu utan með allan. Já, þú varst á vondu stað í lífinu þegar þú keyptir þessa peysu. Ég var annarkvort að gráta í sturtunni eða í þessari peysu. En þú fæddist á vondu stað og þú bara stakkað síðan. Og hér er ég núna með þér. Já, nákvæmlega á versta stað mögulegum. En allavega við ætlum að renna yfir fyrst verstu leikina árið 2018. Þetta var gjöfult leikjaár, en það gaf líka af sér skít. Og einn bara tiltölulega nýútkominn, það leikur sem ég ætla að setja á minn lista, það Fallout 76. Það leikur sem ég setja á minn lista líka. Nú líka, það bara double time, bara strax. En leikurinn náttúrulega, þetta ákveðin áhætta sem þið tóku, þeir eru með hardcore fans. Þeir eru búin að reyna þetta, þeir reyndu þetta með Elder Scrolls, hefnaðist ekki til að byrja með. Hefnaðist ekki, já. Það byrja með að vera skerfulegt. Skyrim var þetta geggjaður. Ég er ekki að tala um Skyrim, þú náttúrulega hann hefur aldrei spilað Skyrim. Nei, ég bara veit að hann geggjaður. Sko, þeir eru með Elder Scrolls seríuna, alveg sem eru með Fallout. Þeir ákveðu að gera Elder Scrolls online fyrir nokkrum mánuðum síðan. Hann að detta inn samt núna. Já, það 4 ár síðan að koma út. Já. Þannig kannski þurfum bara að vera þolinmóðir. Já, maður hefði haldið það. Ef við alltaf nota hennan gullmáli sem Fallout og búið til aðra online seríu, þá myndir ekki klúða þessu, alveg sem við gerum hitt. En viti menn, hér eru við. Ég veit það. Og þeir eru líka gamla með mest hardcore tölvuleikja fanbase sem til sko. Fallout aðdáendur eru mjög hardcore og þú ert ekkert að koma með skít á bakka til þeirra sko. Nei, bara það verður að vera gott stöð. Þetta alveg svo hinn, Elder Scrolls, þetta eru gullmálar bæði og þeir eru ekki að fara vel með það sko. Nei, en ég heldur munu lagan til. Ég held að gefist ekki upp á það. Kannski verðum við eftir 4 ár og ræðum hvað þessi leikur frábær. Ég held það. Ég er full að trúa þeim. En byrjar verulega illa, búin að lenda í allskis hneykslismálum, varðandi í hvað og svo saga virðast engan enda alltaf að taka. En allavega, hann fær 2 stig, við erum báðir með hann á okkar lista. Nú annar leikur sem ég setti á slæma leikjalistan The Quiet Man, sem í rauninni, hann frá Square Enix. Og þetta mjög sérstakur leikur. Þetta leikur sem blandar saman svona kvikmyndaatriðum, uppteknum og svona slagsmálaleik hálfgerðum. Og blanda sem skelfileg og toppuð í rauninni með því að aðalsöguhetjan hún heyrnarlaus og því engin hljóð í leiknum nema eitthvað mjög undarlegt. Þannig að það var bara ákveðið eins og bara, heyrðu, við höfum ekki budget fyrir hljóði. Ég veit, gerum aðalsöguhetjuna heyrnarlausa og drögum leikmanninn inn í heim heyrnarlausa og gerum það bara getur ekki klikkað í rauninni sko. Nei, en það gerði það samt. Það gerði það samt, ótrúlega hátt. Leikurinn alveg búinn að fá hræðilega dóma og virka bara engan hátt. Þessi leikur fór alveg fram hjá mér og ég bara mjög feginn. Já, en hann allan á mínu lista. Nú á mínu lista líka Bravo Team, við reyndum nú að spila hann hérna einhvern tíðan í Game TV og það virkaði ekki vel. Hann var ekki góður. Nei, hann var mjög rýr í innihaldi, þetta svona VR-leikur, skotleikur. Já, það sem ég dó 40 sinnum og gæinn skreiði alltaf tíminn og já, og lífgaði við. Það var ekki gott sko. Nei, hann var eiginlega skelfilegur. Hann var eiginlega svona on rails, svona skotleikur nánast. Þú varst ekkert mikið í frelsi og þú sökkaðir, í alvöru þú sökkaðir í hann sko. Já, bara eins og flestu. Eina sem lélegra í leikurinn þú þegar þú varst að spila hann. Því að ég hef aldrei sem mann hílað hann svona oft sko. Nei. En þú varst ódrepandi. Já, ég var ódrepandi sko, en ég vissi það sko, þess vegna spilaði ég eins og ég spilaði. Já, hann fikk ekki góða dóma þessi, Bravo Team, við getum verið sammála hann. Annar VR-leikur á listanum líka, þetta Inpatient, svona hryllingsleikur. Ég verð að viðurkenna að hann byrjaði vel, maður á geðveikrahæli og hann byrjaði þannig að ég var að reyna að fóta mig á þessu geðveikrahæli og hann var svona breiðamanni, en svo bara frussaðist hann út í ekkert þessi leikur. Þetta gert á sama, þetta á Blackwood geðsjúkrahúsið sem var í Until Dawn leiknum sem náttúrulega eitt besti hryllingsleikur sem er komið út. Hann er mjög góður. Og ég held ég fara rétt með það, þeir sem gerðu Bravo Team gerðu Until Dawn og gerðu þetta í Inpatient líka. Ég held að ég fara rétt með það. Þannig að þeir eru 1 for 3. Já, ég held að þeir höfðu ekki budget og höfðu ekki tíma eins og með Until Dawn. Þannig að þeir geta þetta
þeir fá allt í þetta, en þeir eiga Það var mjög mikil vinna lögð í Until Dawn, það sást alveg. Þeir eiga held ég 2 leiki á þessum lista sem ekki gott. Nú, ég setti líka inn Metal Gear Survive, hann var svona ákveðin vonbrigði. Metal Gear serían svona eins og Fallout, þetta ákveðið svona heilug guðspjöll, þú ert ekki að hreyfa mikið við þessu. En Survive var bara, það var illa útfært á alla vegu. Það var ekki gott, þannig að ég sett hann og já, ég held að þetta sé svona helstu leikinn sem að ég hef á þessum slæmalista. Ég alltaf í vandræðum með að finna vonduleikina. Já, ég var í miklu veginn sem það líka. Og ég ætla rauninu bara að bæta einu leik sem svona vonbrigðaleik, þetta ekkert vonduleikur. Og það World of Warcraft Battle for Azeroth, nýjasti. Og af hverju? Af því að eins vel og hann byrjaði, þegar maður var að klára að level upp kallið sinn, þá var ekkert að gera að grænda í svo leik eftir að koma út. Og það eru allir sem ég hef lesið og heyrt og talað við sammála með að þetta sé bara mjög misjafnt og mjög margir að hætta í honum sem er skrítið, þeir eru búin að gefa 10 leiki eða eitthvað, þetta elskulega Blizzard fyrirtæki en samt tekst að klúðra þessu og ég var að höra miklu vonbrigðum. Ertu bara hættur í World of Warcraft? Ég hætti, ég endist ekkert voðalega lengi og meira þess að þeir sem ég þekki og spila mest eru hætti líka. Já, var það bara svona skrítið að kúka í pizzakassan? Hvað meinar það? Bara að þú spila sem þú gættir ekki frá klósett í miður reyti, maður. Já, það er bara svona skrítið, fannst þið bara af hverju að þessu, þetta er svo lélegur leikur. En áður World of Warcraft, það er bara þetta meika fullkomið sens. Það segja, af hverju er þið gerðið fyrir þennan leik, hann er ekki svona góður. Já, það meika alveg fullkomið sens fyrir World of Warcraft eins og hann var. Já, fyrsti leikurinn þá var það þennig, Já, þá var það bara, þú veist, þá varstu bara sáttur daginn eftir að það varst að ganga frá. Og það var bara, heyri, þetta var nú skilin, þetta djöðl var þetta gott reit og hendi bara út í tunnu. En núna bara það bara, hvað var ég að gera? Ég fekk nýjan róp, ég kúkaði pizzakassi í 1/14 tíma og þá var maður sáttur, sko, en í dag er maður það ekki. Þú talar eins og þú sést nýraður, ég fekk nýjar axlir og slopp. Hvað er bara verið að leggja hann á hrafnistu? Ég nenni ekki að tala við um hennar leik, you're not worthy. Já, þá erum við búin að renna yfir helstu svona, já, vonduleiki ásins, en þá kom að góði, já, vonbrigði ásins, en þá kom að góða leikjum. Og ég bjóð til topp 5 lista. Já, ég setti í 5. seti á minni lista Call of Duty Black Ops 4. Og ég verð að segja, sko, á síðast ári var Call of Duty, það var World War II, sem var bara fínt, þá var allan komin í það setting sem menn voru búin að bíða eftir, það var bara fínt leikur í endist, en það er ekki droslega mikið í honum, en svo gera þeir bara aftur einhvern veginn gott mót núna og ennþá betra. Þú veist, Black Ops hefur alltaf verið svona eitthvað svona svalt yfir þeirri serju og þeir gera mjög vel, komið Blackout mót sem er eins og bara Battle Royale og þeir hafa verið að vinna í því, bæta eiginu á breytinni, komið ný grafík og það virkar bara allt vel, multiplayerin er mjög góður, zombie er mjög skemmtilegt, engin söguþráður, tóku séns á því að henda honum út og ég er bara sáttur við það, ég sakna einskis þar. Menn fá miklu meiri spilunartíma úr Blackout heldur en sögunni. Þannig að ég set hann í 5. sæti. Þetta er bara þá, minn listi yfir góða leiki sem ég hef verið að spila mikið. Þannig að hann er í 5. sæti á mér, en hvað setur þú í 5. sæti? 5. sæti á mér er Detroit, Become Human. Ég hafði mjög gaman að þann leik. Hann var pínu væminn á köflum, svona sérstaklega undir lokin, en ég kláraði hann allavega og hafði mjög gaman að hann, mjög flottur. Og hélt mér alveg bara mjög vel í öðni og ég var ekki mörg kvöld að klára hann. Nei, hann er ekkert mjög langur. Hann er ekkert mjög langur, en ég líka bara spilaði lengi í hvert skipti því hann hélt mér þar. Þeir voru að tilkynna hann, seljast í 2 milljónum eintaka sem er bara nokkuð gott fyrir svona leik. Og þeir náðu því á Black Friday núna, þeir pumpuðu honum út. Já, og ég sá líka einna, sá sem að aðleikurinn var tilnefndur til verðlauna fyrir leikinn sinn í leikinum, sem var skiljanlegt. Ég hafði mjög gaman, flotti karakterar og hafði mjög gaman að þessu. Já, þannig að ég mæli með hann er ekki á listanum mínum, en það er bara því ég spila hann svo lítið, en ég verð að spila hann. Ég spila Heavy Rain og dýrka hann, Fahrenheit, þetta er frá þessum sömu gaurum. Algjörlega leikur sem við meðlum að klára, sko. Já, þannig að Detroit 5. sæti á þér. Nú 4. sæti á mér, það sett ég Red Dead Redemption. Hann er náttúrulega tiltölulega nýkominn út. Ég hef komið vel á veg með hann, er nánast búinn að klára söguþráðinn. En svo náttúrulega online á algjöru svona byrjunarstigi. Það er náttúrulega bara einhvern veginn, þeir kunna þetta alveg, gerðu GTA 5 online, selja fullt af shark cards og svona virtual currency og mér skilst það að þetta sé mjög mikið grænt, þú ert bara þarna bara til að fóðra hestinn. Þú ert það, já, ég hef heyrt það líka. Það er hrikalegt að vera bara eyða heilu og hálfu dögunum í að fóðra hestinn, bara að drepa einhverja svo þú getur fóðra hestinn. Ég er búinn að heyra að þetta sé ansi mikið grænt hjá líka. Já, en það vonandi bara lagast, ég meina vonandi þeir áttu að sjá hvað þeir hafa. Það mun pottet lagast. Og vantar kannski svolítið content þar inn, en leikurinn sjálfur náttúrulega er ótrúlega langur. Hann er bara 60, 70, 80 klukkutímar eitthvað söguþráð. Já, þetta er besti leikur, ekki mögulega besti leikur, hver veit.
sem ég hef spilað, já. Þannig að það kemur óvart að þú setur hann í 4. sæti. Já, ég setur hann í 4. sæti af því að ég bara, það eru aðrir leikir sem ég spila meira. Já. Það er nú bara þannig. Ekki ríða þetta. Þetta er svo góður leikur, mjög góður. Ég er ekki draga úr þessu. Er hann á listanum hjá þér eða? Ekki 4. Já, kemur í ljós. Hann er ekki 4. Nei, ok. Ég setti í 3. sæti, setti ég Spider-Man. Já, ég segi 4. sæti mitt kannski. Já, segðu, hvað er 4. sæti? 4. sæti mitt er Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, hann er reynda geggjaður. Já, hann fær 4. sæti af mér. Já. Annar leikur sem ég reynda að klára ekki. Ég held ég einn eftir. Eitt risa. Við vorum að keppa hver næði fleiri risum. Þú varst lengi vel á undan en svo tók ég mér ansi góða törn í þessu. Og mér finnst það mjög bara skemmtilegt umhverfi og maður svona glimti sér í honum. Og þú veist, þó að sé bara einn og einn guð sem er að berast við, alltaf boss fights. Ég hef gaman að þetta er ekki bara velhefnað endurgerð. Já. Það var eiginlega bara endurgerður, þetta var ekki svona remastering, heldur bara endurgerður algjörlega. Og ég fíla það þegar maður gerir það. Já, ég er sammála, mér finnst hann mjög góður. Já, ég er algjörlega sammála því, hann er reyndar ekki á listanum hjá mér. Nei. En mér fannst það góð. Ég spilaði hann, kláraði hann þegar hann kom út fyrst og mér finnst gaman að heimsækja aftur þetta. Þetta er bara hver rís er eins og bara svona þrautaborð, eða þú veist, maður þarf eitthvað að finna út úr. Já. Þetta er mjög góð stöð. Ég er mjög góður. Vel valið, Tryggvi. Vel valið. Takk. Herri, hvað setti ég í 3? Ég setti Marvel Spider-Man í 3. sæti. Og það ger ég líka. Vá, búm, 2 stig. Sammála það. Já, ég kláraði hann. Kláraði hann líka. Gat ekki slitið með frá honum. Hann var, mér fannst, mjög skemmtilegur, sagan mjög góð, en mér fannst, ég kláraði ekki aukamissin. Nei. Ég fekk leiða þeim svona til lengdar, mér fannst þetta rosalega mikið. Já. Mér fannst alltaf að reyna að ná okkur beisum, að fá svona base token. Þetta voru, aukamissin voru svolítið einsleitt, ég veit það. En mér fannst eitthvað heillandi við að sveifla um borgina og vesanast eitthvað og vaða og svo kom eitthvað DLC, ég hef reyndar ekki prófað það ennþá. Nei. En 3. sæti, við erum sammála, Spider-Man, hann var vandaður. Hann var mjög flottur og mjög góður og mér fannst sagan skemmtileg. En ég meina eina neikvæði sem ég get sagt er að aukamissin voru smá svona til lengdar að leiðilega. En er það ekki bara vandamál með svona open world leiki yfir höfuð? Það er ekki rosalega margir sem er svona fjölbreytt verkefni. Eða þú veist, ég meina, lítur á Just Cause, GTA, þetta er ekki, eða Red Dead, þetta er ekki svona fjölbreytti leiki. Nei, svo sem ekki sko. Þú veist þannig, en ég skil hvað þetta fara svo. En kannski var það líka bara því að, þegar maður horfði á mappið, þá voru ógeðslega mikið af hluti sem var skert. Þú horfði bara á þetta og varst bara, þetta er alltaf mikið. En kannski var það eitthvað sem að truflaði hana. Já. Nú í öðru seti, þá setti ég leik sem er nú bara mjög umdeildur. En ég er eiginlega búinn að spila nánast stanslaust síðan hann kom út. Lagði mér sér Red Dead, náði ekki að klára hann út af þessu leik. Það er Battlefield 5. Það er bara, ég er bara að setja út af tíma. Ég er mikill Battlefield maður og hef alltaf verið. Ég er náttúrulega maður bara á 60-aldri og ég bara nenni ekki þessum hraða, þú veist, auðvitað Call of Duty er skemmtilegur svona, minnst hann svona eins og skyndibiti. En Battlefield er eins og svona sunnudagslærið, sko. Já, nautastekin. Bara nautastekin, algjörlega, dottinn inn. Það er svona stærri möppin. Þannig að meira, mér finnst ég líða eins og ég sé meiri svona partur af einhverju brjálaðri orustu. Hann er mjög flottur, sko. Já. Ég get alveg verið sammála þar, sko. Og vonandi bara batnar hann. Ég getur verið að sammála gagnrýnisröddum, hann er svolítið rýr, en hann er með bara svo mörg góð element. Maður getur ráðið hvernig, ef maður er medic eða support eða sniper eða hvernig maður er. Maður getur miklu meira að djúsa til kallana heldur en maður hefur gert áður. En auðvitað kannski ekki mesta content í heimi, ég vonaði að lagi það, en ég bara einhvern veginn, það kviknar á öllum perum hjá mér þegar ég set Battlefield í. Ég hef spilað með þér en leikum online og það er áhugavert. Já, ég er mikið betur en þú séð, sko. Ég er að taka svona 20-30 kill í stórum barndugum. Það ert ekki að gera, nei. Ég skal sýna það eftir. Herra, hvað varst þú með öðru sæti? Annars er mér God of War. Vá. Það er fact. Norski besti leikur ársins fyrir mig. Hann er náttúrulega var nýlega kosinn besti leikur ársins. Wow, þú veist bara að fæta það. Ég er að fæta það. Wow, þú er mikið Fyrir mig var hann næst bestur. Wow. En þessi leikur er alltaf... Þú gefur bara leikjasamtökunum bara fingurinn, segir bara hei. Bara skýt með þig. Það dröllið á okkur. Gera það sem ég vil. Ég er að segja það sem ég vil. Já, ég sko alltaf reynda bara fyrst við erum að ræða hann, þá setti ég hann í fyrsta sæti. Grunað það. Af því að ég bara, I go with the flow, sko. Svona mainstream maður. Þannig að ég... Þið finnst erfitt að hugsa. Já, það hefur alltaf verið frekar erfitt. En mér finnst það góður. Ég líka verið mikill God of War maður. Og hann eiginlega eyðilagði bara fyrir mig, sko, God of War 1 þegar hann kom út. Eyðilagði bara fyrir mig, sko, bara heilu og hálfu vinnudagana, sko. Ég bara hvarf inn í þennan heim. Mér finnst hann, já. En hann er vel heppnaður. Hann er mjög vel heppnaður og ég er ekkert slæmt um hann að segja í rauninni, sko. Nei, þetta er alveg episku leikur. Þetta var einmitt þess, þetta er einn af þessu leiki þar sem maður er að berjast og mann líður þess að maður sé Guð. En ég veit ekki hvað Sony hefur þátt gott ár. Þeir gera God of War, Marvel Spider-Man og Detroit.
til dæmis. Mjög 3 leikinu sem þú setur inn. Já, en ég meina þú veist, þá eru auðvitað bara fyrsta sæti eftir mér sko, og það er Red Dead Redemption. Vá. Mér fannst það sagan í þessum leik geggjuð. Nú er það peysan sem er að tala eða? Red Dead. Hvað er að þér? Þetta er bara svo geðveikt sko. Það er bara hún svo stór, það er eins og þú sér dauður í peysunni og hún er rauð líka. Mér þetta vænt að þú myndir ekki tala meira að eilífu. Þetta er... Vá, þetta voru allavega bestu leikir. Þú segir Red Dead, ég segi God of War. Já. Þannig að þetta eru svona leikir sem okkur finnst bestir. Að lokum ætlum við að kíkja til næsta árs, það er 2019. Þetta var gott leikjár, fannst þið ekki? Þetta var mjög gott leikjár. Já, margt mjög gott á þessu ári. Margt mjög gott. En það er ekki búið. Við þú veist, þetta heldur áfram. Og við erum að tala 2019 og þar eru góðu leikir að koma. Það er til dæmis Last of Us 2, væntanlega kemur á næsta ári. Ég er mjög spenntur á honum. Já. Það er allir spenntir. Já, það er einnig bara bestu leikir með allra tíma, Last of Us 1. Jeps. Days Gone er að koma sem er svolítið skrítið á Sony, en mjög svipaðir svona pælingu við Last of Us. Nema það er svona zombie, ekki beint zombie, en það er svona einhver vírus eða eitthvað sem er gert allt villust. Dying Light 2. Já, Dying Light 2, já. Ég kláraði Dying Light 1 mjög góður. Já. Ég er mjög spenntið við Dying Light 2. Já, hann lítur mjög vel út. Það er að koma Anthem frá BioWare og nú bara bíða menn spenntir hvort að EA ætla að eyðileggja hann eins og alltaf leikir sem er búin að taka. Þau tóku Mass Effect seríuna og bara drápa hana. Það er eitt skelfilegur leikur. Já, hann var ekki góður. Þessi nýjasti. Það var bara eins og allir hefðu lent í einhverju sko bara vattara með andlitið á sér. Og það var bara þannig, þetta leit ekki vel út. Hann var rosa slæmur. Já, hann var slæmur. Hann er þarna, Anthem er svolítið Destiny-legu leikur. Þannig ég er svolítið spennt fyrir honum, Crackdown 3 er að koma. Já. Microsoft rjúka í gang með það og þeir eru líka með Gears 5. Þannig að þeir ætla að koma með alla sína sprengjur á árinu 2019. Þú ert spenntur fyrir þessi mörgum leikjum? Ég er ekki spenntur, ég er bara svona að fara yfir hvað er að koma út. Þannig að Microsoft er að fá exclusive titla. Það er kannski vantað hjá þau núna að vera með svona exclusive titla sem Sony hefur verið með. Division 2. Já. Það er annars svona Destiny-leikur, ég er mjög hrifinn á honum. Það er í rauninni bara þvælast og er svona einhver role-playing leikur. Cyberpunk? Cyberpunk, já, ég veit ekki, þú veist, hann kemur bara þegar hann kemur, vonandi næsta ári. Ég er mjög spenntur fyrir hann. Hann hlýtur að koma næsta ári. Ég veit það ekki, þeir segja bara, hei, við bara tölum við ykkur þegar við erum tilbúin með þetta. Bara láta okkur Ég ætla allavega að segja að hann koma næsta ári og vera spenntur fyrir hann. Ég er mjög spenntur, árið byrja mjög vel með Kingdom Hearts 3. Já. Frozen karakterinir í leiknum. Spenntur það? Jú, ég held að það er mjög gaman. Allir helstu Disney karakterar og Square Enix karakterinir eru mættið saman. Ég er alltaf til í gott dæmi. Já, lítur mjög vel út. Það er að koma þarna fleiri, það er Skull and Bones sem er nýr sjóræningjaleikur sem á að sýna heiminum hvernig á að gera góðan sjóræningjaleik. Resident Evil 2 remakeið er í byrjun árs líka. Það lítur fáralega vel út. Gaman þeir leggja metnaði í að bara endurgera svona klassíska og góða leiki. Og já, ég held að sé Luigi's Mansion 3. Það er rosalegt. Luigi. Þú ert spennt fyrir honum? Hei, mér stendur alltaf undir þegar Luigi kemur með nýja leik. Það er bara þannig. Switchin hefur verið að spila stórt hlutverk á leikjamarkaðnum og gengið vel. Fullt af flottum leikir þar. Þeir eru að gera fullt af flottum leikir. Já. Þannig að það er hellingur að góða leikjum á næsta ári. Einn leikur sem ég er að vonast eftir að komi á PC. Hvað er það? Age of Empires 4. Vá. Age of Empires 2 er besti leikur sem ég hef spilað. Bara allra tíma? Það er uppáhaldsleikurinn minn, sko. Vá, hvað varstu gamall þegar þú spilaði? Hann er, ég held að 1999 eða eitthvað sem kom út. Vá, bara 2 ára gamall. Já, ég var 2 ára þá. Það er rosalega. Hvernig skilstur allt hvernig maður þetta að gera þegar maður er 2 ára? Þeir gáðu Age of Empires 3, hann er ekki góður, en Age of Empires 2 er geggjaður, hann er mjög spenntið Age of Empires 2. Sem að kemur vonandi á næsta ári, það er ekki víst, en ég ætla samt að hafa hann hérna með. Þú er bara svo vinur minn sem spilar alltaf Football Manager bara 2001. Ég er ekki eins og hann. Því að hann bara... Age of Empires 2 eldist mjög vel. Því að það var Arsenal með svo gott lið og hann hefur ekkert viljað færa sig. Allavega, já, Age of Empires 4, vonandi kemur hann út. Þannig að gott leikjar á framöndan 2019, þannig að þetta er svona helsta af slæmuleikin 2018, góðuleikin 2018 og það sem er framöndan.